Það Ragnar Þór Ingólfsson sem talar. Já, ég vil byrja á því að þakka fyrir þennan flotta fund. Stefna dögunar í þessum málum alveg skýr. Við viljum alla bætur og eftirlaun í lágmark 300.000. Mér langar að tala þessum íslenska lífeyrissjóðakerfið. Á Íslandi eru 26 lífeyrissjóðir virkir. Mér langar að taka dæmi með einn lífeyrissjóð, lífeyrissjóð verslunarmanna. Það forstjórinn með 40 milljónir í laun á ári. 3 æðstu stjórnendur sjóðsins eru með yfir 20 milljónir á ári. Þetta fólkið sem að reka starfa í einum lífeyrissjóði 26 sem að passa upp á lífeyrinn okkar. Og við erum með markaðsdrifinn lífeyri og við eigum allt undir því að þessi menn fari réttum megin fram úr á morgnana og geri ekki einhverja glóríur eins og fyrir hrun. Til þess að ná þessu markmiði þá þurfum við að sjálfsögða einfalda kerfið. Á Íslandi erum við með almannatryggingakerfi sem líklegast einn mesti hrærigrautur á byggðu bóli. Við þurfum að sjálfsögða að afnema skerðingar. Það eru óréttlætar, það eru letjandi og það komið í veg fyrir við náum að virkja það afl sem að eldri borgarar eru og auðlind. Til þess að við getum gert það, að við erum að horfa á lífeyrissjóðakerfi sem á að vera það besta á byggðu bóli, með rekstrarkostnað, sýnilegan rekstrarkostnað bara upp á 10 milljarða á ári og annar eins rekstrarkostnað líklega falinn. Við erum með allt og dýrt og allt og umfangsmikið kerfi. Við erum með kerfi sem að stjórnendur kerfisins eru búin að breyta, laga- og reglugerðarbreytingar frá hruni. Það er búið að breyta þessum lögum yfir 90 sinnum frá hruni til þess að aðlaga kerfið sjálfu sér og þá aðalega til þess að breyta fjárfestingarstefnum, hvað má fjárfesta í og hvað ekki. En þetta sama fólki og segir okkur, nei, við getum ekki byggt húsnæði fyrir eldri borgara. Við getum ekki komið að byggingu á húsnæði fyrir unga fólkið. Við bara megum það því að lögin segja okkur að megi ekki. En samt búið að breyta þessu þetta oft. Og nú liggja fyrir lagabreytingar þar sem á að heimila lífeyrissjóðum að lána skuldabréf fyrir bankana til þess að gamla með. En nei, við getum ekki tryggt húsnæði fyrir eldri borgara eða aðgengi eða húsnæðisöryggi. Við þurfum að breyta þessu kerfi og við þurfum að taka þessa sjóði aftur til okkar. Takk. Ragnar Þór Ingólfsson, gjörðu svo vel. Já, leið vil þakka fyrir fundinn og þá vil ég kannski beina svolítið sjónum að kerfunum. Við erum með almannatryggingakerfi og lífeyriskerfi sem að við erum alltaf að plástra. Við erum síreynandi að plástra þessi kerfi og gloppur í þeim skerðingar, hvernig þau virka og vinna á móti okkur. Saman sem með lífeyriskerfið, þetta eru stærsti eigandi húsnæðis á landinu, þetta eru stærsti eigandi smásölufyrirtækja og hafa beinan haga að halda niður í launum, halda uppi álagningu og halda uppi háum vöxtum. Þetta kerfi sem vinnur á móti okkur og ef við ætlum að breyta einhverju í þessu samfélagi, þá þurfum við fyrst og fremst að breyta kerfinu. Hér eru örugglega margir inni sem að hafa borgað í lífeyrissjóði í 40 ár. Þetta útkoman. Hvað það? 40.000, 50.000. Það enginn hérna inni með sömu réttindin vegna þess einhverjir voru óheppnir að þeir fjárfestu illa. Aðrir voru óheppnir að því að fóru einhver öfugt fram úr einhvern morguninn. Sumir töpuðu meiri í hruninu og aðrir sjóðir eru meiri örorku heldur en aðrir. En vandamálið kerfið. Nú þarf ég að þakka niður í þér. Kerfinu þarf að breyta ef við ætlum að koma í veg fyrir skerðingar, ef við ætlum að geta borgað okkur mannsæmandi framfærslu og laun, þá verðum við að fara í kerfið. Tíminn búinn.